Forseti Íslands og aðrir góðir gestir, verið öll hjartanlega velkomin á þetta afmælismálþing Vísindavefs Háskóla Íslands. Ég heiti Jón Gunnar Þorsteinsson og ritstjóri Vísindavefsins og mun stýra málþinginu. Umfjöllunarefnið í dag, falsfréttir og vísindi, mikilvægt og á vel við afmælisbarnið sem sér að halda upp í samtali almennings sem vill fá svör við ýmsum spurningum og vísinda og fræðimanna sem taka að sér að svara þessum spurningum. Aðalfyrirlesarar í dag eru 4 en fleiri eru þá á mælendaskrá og ég mun kynna alla stuttlega á eftir. En fyrst ætla ég að gefa Jóni Atla Benediktssyni, rektor Háskóla Íslands, orðið. Kæra þakkir, forseti Íslands, góðu gestir. Það mér sönn ánægja og mikil heiður að segja hér fáein orð í upphafi þessa hátíðar málþings í tilefni af 20 ára afmæli Vísindavefs Háskóla Íslands. Vísindavef Háskóla Íslands var hleypt af stokkunum 29. janúar árið 2000 og var hann framlag háskólans til dagskrár verkefnisins Reykjavík, menningarborg Evrópu árið 2000. Var vefurinn opnaður af þáverandi forseta Íslands, Ólafi Ragnari Grímssyni, þáverandi rektor Háskóla Íslands, Páli Skúlasyni, ritstjóra Vísindavefsins, fyrsta ritstjóra, Þorsteini Vilhjálmssyni og nemendum úr Grandaskóla og Fjölbrautaskóla Suðurlands sem sendu strax inn fyrstu spurningarnar. Skemmst frá því að segja að Vísindavefurinn sló í gegn frá fyrstu stundu og reyndist áhugi almennings svo mikill að ekki kom annað til greina en að halda verkefninu áfram. Óhætt að segja að vegur Vísindavefsins hefur verið ein samfelld sigurganga undanfarin 20 ár og hefur fjöldi notenda vaxið ár frá ári. Samkvæmt tölum byggðum á samræmdri vefmælingu á Íslandi voru notendur vefsins orðnir tæplega 1 milljón á síðasta ári og hafði þeim fjölgað heil 26% frá árinu 2018. Nánar tiltekið var heildarfjöldi notenda 977.000 árið 2019 en innlit voru tæplega 2,4 milljónir og flettingar 3,4 milljónir. Að meðaltali heimsækja 36.000 gestir Vísindavefinn í hverri viku og fletta þeir 65.000 síðum. Alls hafa verið birt tæplega 13.000 svör og hafa spurningarna verið tæplega 73.000. Vísindavefurinn fjallar öll vísindi, hverju nafni sem þau nefnast, allt frá stjörnufræði til handrita og frá sameindalíffræði til sálarfræði. Og því fer fjarri að lesendur fletti einkum upp nýjustu eða vinsælustu svörunum, heldur sækja þeir í allan þann fróðleik sem mjög fjölbreyttur sem á vefnum að finna. Ljóst að gríðarlega mikil vinna býr að baki svo umfangsmiklu og virku vefsetri og vil ég þakka öllum þeim sem lagt hafa hönd á plóg til að gera veg Vísindavefs Háskóla Íslands sem mestan undanfarin 20 ár. Að öðrum ólöstuðum við hæfi á þessum tímamótum að geta sérstaklega frumkvöðulsins og fyrsta aðalritstjóra Vísindavefsins, Þorsteins Vilhjálmssonar, prófessors emeritus í eðlisfræði og vísindasögu, en Þorsteinn svarar reyndar enn spurningum til Vísindavefsins eðlisfræði og vísindasögu, en hann gegndi því að vera ritstjóri Vísindavefsins til miðsárs 2010 og var það í rúmlega 10 ár. Þorsteinn með okkur hér í dag og flytur loka ávarp þessa málþings, en mig langar áður en lengra haldið að biðja Þorsteinum að koma hingað og taka við blómvendi og bókagjöf sem þakklætis votti í tilefni afmælisins. Þakkirnar eru fyrir
frumkvöðulstarf í þágu í Háskóla Íslands og Íslands samfélags skiptir gríðarlega miklu máli. Góði gestir, aðalsmerki Vísindavefs Háskóla Íslands hefur alla tíð verið að svara spurningum lesenda eins rétt og vísindaleg þekking á hverjum tíma gefur tilefni til. Þannig hefur vefurinn gegnt mikilvægu hlutverki sem vettvangur fræðslu og málsvari fræðilegrar þekkingar. Það er kunnara en frá þurfi að segja að þessar mundir er sótt að staðreyndum og traustri vísindalegri þekkingu úr ýmsum áttum. Þannig hefur hugtakið falsfréttir orðið æ meira áberandi umræðum lýðræði, vísindi og traust almennings. Með falsfréttum er iðulega reynt að villa fyrir fólki og afvegaleiða vísindalega þekkingu, staðreyndir og túlkun á þeim oftar en ekki í þágu tiltekinna hagsmuna. Það er því engar vel við hæfi, eins og Jón Gunnar nefndi hér áðan, að umfjöllunarefni þessa afmælismálþings Vísindavefsins skuli vera falsfréttir og vísindi. Hingað eru komnir valinkunnir fræðimenn og fulltrúar annarra starfsstétta sem í störfum sínum glíma með einum eða öðrum hætti við þann vágest sem falsfréttir eru og hlakka ég til að heyra erindi þeirra. Það er einnig mjög vel við hæfi að fyrstur á mælendaskrá er forseti Íslands Guðni T.H. Jóhannesson sem er líka prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands í leyfi. En Guðni er einmitt höfundur allnokkurra svara á Vísindavef Háskóla Íslands. Og ég vil ljúka máli mínu með því að óska öllum aðstandendum Vísindavefs Háskóla Íslands innilega til hamingju með þessi tímamót og glæsilegt starf og gef forseta Íslands orðið. Kærar þakkir. Komið all sæl og blessuð, ágæti rektor og ritstjórar Vísindavefjarins að fornu og nýju. Þarna heyriði nú líka hvernig margt er flóknara en virðist vera við fyrstu sýn. Ég sagði Vísindavefjarins. Hvort er nú réttara? Vefsins, vefjarins. Vefjar er það ekki? Já. En það má hvort tveggja, sá ég í orðabókum. Saman verður að fara vísindaleg rannsókn sem er undirstaðan og alþýðleg kynning. Þannig komst Kristján Eldjárn, forseti Íslands að orði fyrir hartnær hálfri öld og er við hæfi að vitna í hann á þessum stað. Kristján hafði árabil unnið að vísindalegum rannsóknum hér í Þjóðminjasafni Íslands og víða á vettvangi, en færði almenningi jafnframt fræðin á bókum, ekki síst í doktorsritgerðinni Kuml og haugfé í heiðnum sið, sem varð metsölurit. Það segir þetta aftur, doktorsritgerð sem varð metsölurit. Og Kristján kom rannsóknum sínum ekki aðeins á framfæri á prenti, heldur einnig í sjónvarpi, nýjum miðli hans daga. Og þar nutu þættir hans munir og minjar mikilla vinsælda. Vissulega eru þeir fræðimenn til sem telja það ekki í verkaring sínum að koma rannsóknum á framfæri við almenning og finnst jafnvel lítið til slíks starfa að koma. Ég man líka úr mínum háskólaferli að sú iðja var ekki endilega til margra punktametin því miður. En þetta verður vissulega að fara saman. Vísindaleg rannsókn og alþýðleg kynning. Við verðum að forðast að úti í samfélaginu sjáu almenningur fræða fólk sem hroka gikki í fílabeinsturni og sömuleiðis að í fræða samfélagi sé jafnvel litið á almenning sem fávísan líð, fastan í fordómum og þröngsýni. Hér má einfaldlega ekki byggja óþarfa múra, skipa fólki í ímyndaðar stríðandi fylkingar. Hér þarf að vera opið torg, samkomustaður þar sem fólk getur kynnt sér rannsóknir og fræði, þar sem fræðimenn finna jafnframt hvað brennur á fólki, þar sem spurninga er spurt og svör eru veitt. Og hér þarf sem sagt Vísindavef. Á 20 ára afmæli hans óska ég öllum sem að honum hafa unnið hjartanlega til hamingju með þennan frábæra vettvang
sem hefur vaxið og dafnað og mun eflaust gera það enn. Hverju er svarað á Vísindavefnum? Hverju er ekki svarað á Vísindavefnum? Hver eru lengstu fljót í heimi? Hvað gerir forseti Íslands og hvaða völd hefur hann? Ágætu áheyrendur, svo var tíð að ég sat á skrifstofu minni í Árnagarði, musteri íslenskra fræða, eins og húsið hefur verið kallað, og horfði öfundar augum yfir til starfssystkina minna í Háskóla Íslands í VFR 1, VFR 2 og VFR 3, yfir til alls raunvísinda fólksins handan Suðurgötunnar. Árum saman hafði verið keppst við það í heimi hugvísindana að endurskoða og efast, gagnrýna og afbyggja. Sannleikshugtakið virtist farið veg allrar veraldar og staðreyndir með. Í staðinn hlyti allt bara að byggjast á sjónarhorni þess sem segði frá hverju sinni. Nú ýki ég auðvitað aðeins stöðumála. En höfðu þeir ekki fastara land undir fótum, handan götunar? Þar var 1 + 1 alltaf 2. Lotukerfið alveg eins, sama hvernig á það var litið. Og unnt að endurtaka tilraunir og fá sömu lyktir, burt sér frá því hver blandaði saman efnum eða hellti í glasið. Eða hvað? Að mæla nákvæma lengd vatnsfalla er ekki alltaf eins einfalt og það kann að virðast í fyrstu. Þannig hefst svar Vísindavefjarins lengstu fljót heimsins. Og þarna streymir líka áfram einn vandi fræðana. Í heimi raunvísinda, rétt eins og í félags- og hugvísindum, er tekist á rannsóknir, aðferðir og niðurstöður. Öll fræði hljóta að byggja á efahyggju, fyrirvörum gagnvart viðteknum skoðunum og vissu fálæti í garð valdhafa og ráðandi afla, líka þeirra sem vinna innan vísindasamfélagsins. Satt er það, en sönn vísindi byggjast samt líka á því að fólk virði munin á réttu og röngu, að fólk fallist á grundvöll allrar þekkingar leitar, að spyrja, rannsaka og álykta og viðurkenni að upplýsing, fræðsla og lærdómur skiptir máli. Að þótt við getum ekki svarað með fullri vissu hvert sé lengsta fljót í heimi og hver séu völd og verksvið forseta Íslands, getum við sagt að sumt sé satt og annað ekki. Því ef það er engin sannleikur, þá hverfur lygin líka. Og hverjir græða helst á því? Vísindavefurinn er því líka ofinn til varnar sérþekkingu, til varnar vísindalegum vinnubrögðum. Illu heilli virðast furðu margir vilja gera lítið úr þeim grunnstoðum okkar daga, stjórnmálamenn, álitsgjafar og aðrir sem vilja hafa áhrif í ys og þys samtímans. Og við þurfum þess vegna, við verðum þess vegna að standa vörð sérhæfingu og þekkingu. Ekki með valdboði og ekki með menntarhroka, heldur með því að láta verkin tala, leyfa ólíkum rökstuddum sjónarmiðum að heyrast, vera opin fyrir nýjungum og miðla fjölbreyttum rannsóknum og niðurstöðum. Og Vísindavefurinn er líka ofinn til varnar hófstilltri umræðu, kurteisi í mannlegum samskiptum. Á Vísindavefnum finnst ekki fúkyrðaflaumur, þar finnst ekki nafnlaust níð. Og loks er Vísindavefurinn vörn gegn falsfréttum. Þær mætti margt segja, en frá mínum bæjardyrum séð býður það betri tíma. Og í anda þessa erindis er líka best að láta mál núna niður falla og gefa þeim orðið sem hér munu miðla af þekkingu sinni á mikilvægu efni. Einu bæti ég þó við í blálokin. Fyrir 500 árum elfdist lýðræði og upplýsing smám saman. Mannhyggja jókst, vísindabyltingin hófst. Einræði, þröngsýni og viðjar vanans létu undan síga. Ekki hafa allar nýjungar nýst til framfara, en við búum í betri heim en áður og nú er það í okkar höndum að halda áfram á réttri braut. Takk ykkur kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, velmælt
forseti Íslands. Ég ætla nú bara að benda á hérna rétt aðeins að það að sjálfsögðu til svara á Vísindavefnum við því hvort maður segir vefjarins eða vefsins. Þannig að við þurfum ekkert að fara meir út í það. En þá sérstætt komið að 4 stuttum fyrirlesturum falsfréttir og vísindi frá þessum aðal fyrirlesurum okkar og ég ætla að kynna alla fyrirlesarana hér bara stuttlega og svona svo að ég sé ekki alltaf að hlaupa hérna upp í tíma og tíma en þeir sem að vilja lesa sér eitthvað meira til þess að geta í raun og veru gert það með einni undantekningu þó á Vísindavefnum því að það að finna svör rannsóknarsvið allra hér sem að sitja í fremstu röð og ætla að taka til máls og það líka Jóns Atla og Guðna þannig að það hægt að finna þetta á Vísindavefnum líka. En fyrst sem sagt talar Finnur Delsen, dósent í heimspeki við HÍ og erindi hans heitir Hvers konar falsfréttir eru verstar. Síðan tekur til máls Guðrún Hálfdánadóttir, blaðamaður á MBL og erindi hennar heitir Ég sagði þetta aldrei. Þá komið Eiríki Bergmann Einarsinni, prófessor í stjórnmálafræði við Bifröst og hann kallar erindi sitt falsfréttir og populísk pólitík og því næst flytur Erna Magnúsdóttir, dósent í sameindalíffræði við Háskóla Íslands, sitt erindi sem heitir Er almenningur blekktur með falsvísindum. Fyrirlestarnir eiga að vera stuttir og knappir, svona eins og mörg og flest svörin á Vísindavefnum og hver fyrirlesari hefur 10-15 mínútur og ég ætla að reyna að hafa stjórn á tímanum með því að veifa hérna 2 bókum sem að Vísindavefurinn hefur gefið út. Eftir 10 mínútur verður það bláa bókin, af hverju eru jöklar og ís á jörðinni, en eftir 15 mínútur þá það rauða bókin, af hverju gjósa fjöll. En við ætlum svona að sjá til hvernig tímanum líður ef að fyrirlesarnir eru snöggir og þá kannski rými til þess að taka við 1-2 spurningum úr sal eftir hvert fyrirlestur. En annars getum við gert það í lokin því að þegar þessum fyrirlestum lokið þá tekur til máls Þorsteinn Viljánsson, prófessor emeritus og upphafsmaður Vísindavefsins og fyrsti aðalritstjóri og hann verður með lokaorð og ef til vill mun hann þá leggja eitthvað út af því sem að fyrirlesarar hafa talað og hugsanlega beina til þeirra spurningum og þá gefst ef til vill líka tækifæri til að fá spurningar úr sal. En þá gefum við bara Finnur Delsen orðið. Finnur, gjör svo vel. Forseti Íslands, rektor Háskóla Íslands og ritstjórar Vísindavefsins og góði gestir. Mér langar að byrja að segja að það sérstök ánægja fyrir mig að fá að tala á þessu málþingi vegna þess að ég líti á Vísindavefinn sem bara eitt af mikilvægasta sem að Háskóla Íslands stendur að og bara frábær leið til að koma þeirri sérþekkingu sem innan háskólans út til fleiri en þeirra sem að sækja skólan. Eins og titillinn minn gefur til kynna eða ber með sér þá ætla ég að reyna að svara því í mjög stuttu máli hvers konar falsfréttir eru verstar eða kannski hættulegastar og til að gera það þá þarf ég fyrst að gera greinamun á mismunandi tegum falsfrétta því eins og ég ætla að fjalla að þá er þetta ekki einhlítt fyrirbæri og til heiðurs Vísindavefnum að þá ætla ég að falla taka dæmi af falsfréttum sem eru að snúast vísindi með einum eða öðrum hætti svona vísindafalsfréttir getum við kallað það. En ég ætla að byrja að taka fram að ég mun nota hugtakið fréttir í mjög víðum skilningi þannig að fréttir fyrir mig eru einfaldlega bara upplýsingar frá fréttaveitum og fréttaveita eða fréttaveitandi það er eitthvað sem hefur það markmiði hvort sem það er yfirlýst eða ekki að miðla reglulega upplýsingum til ákveðins hóps ákveðið efni. Þannig að fjölmiðlar eins og Ríkisútvarpið eða Morgunblaðið þau eru augljóslega fréttaveitur en fréttaveitur getur líka verið sérhæfðari eins og til dæmis fréttaveitur sem að einblína á tilteknar upplýsingar eins og til dæmis vegagerðin.is eða á tiltekinn hóp eins og Læknablaðið og í þessum skilningi eru líka ýmis fyrirbæri á vefnum fréttaveitur til dæmis ákveðnar Facebook-grúppur YouTube-brásir, Twitter-reikningar og svo framvegis. Þannig að það er það sem ég á við með fréttir og fréttaveitur. Nú til að gera greinamun á ólíkum tegundum falsfrétta
að þá held ég að sé gagnlegt að horfa til þriggja lykilhugtaka úr þeirri undirgrein heimspekinnar sem kallast þekkingarfræði. Og fyrsta hugtakið af þessum þremur eru sannindi eða sannleikur. Sannindi er einfaldlega eitthvað sem satt. Það til dæmis sannindi að það sé föstudagur í dag. Já, það sannleikur á Íslandi. Það föstudagur í dag, akkurat. Annað hugtak síðan skoðun. Að hafa skoðun einfaldlega það að telja að eitthvað sé satt. Og þau geta snúist gildi, jafnvel smekksatriði, en þau geta líka snúist staðreyndir. Þannig að ég hef þá skoðun að þessi föstudagur í dag ef ég tel að þessi föstudagur í dag. Og svo skoðun rétt ef það föstudagur hér, en röng ef það ekki föstudagur hér. Þriðja hugtaki svo rökstuðningur. Maður hefur rökstuðning fyrir einhverju ef maður hefur nægilega góða ástæðu til að telja að það sé satt. Og þessar ástæður geta verið að nánast hvaða tagi sem Til dæmis rökstuðningur minn fyrir því að það sé föstudagur, meðal annars að það stendur FRI á úrinu mín ef ég lít á það. Þið sjáðu kannski hendi ykkar að til ýmsar samsetningar af þeim hlutum sem að þessi hugtök vísa til og þannig að til dæmis að hægt að hafa skoðun sem ekki sönn. Eitthvað getur verið satt án þess að maður hafi rökstuðning fyrir því að telja það satt og svo framvegis. Og helst viljum við auðvitað hafa skoðanir sem eru sannar og rökstuddar og þá fer þetta þrennt saman. Og ástæðan fyrir að ég nefni þetta sem að nú ætla ég að skilgreina 3 ólíkar tegundir falsfrétta út frá þessum 3 hugtökum. Fyrsta tegund falsfrétta eru fréttir sem eru eða innihalda ósannindi eða ósannleik. Ég ætla að kalla þetta rangfréttir. Dæmi rangfréttir sem fjalla vísindi sérstaklega til dæmis fræg grein sem birtist í læknisfræðitímaritinu The Lancet eftir Andrew Wakefield og fleiri sem að fjallaði rannsóknir hans á því hvort að bólusetningar valdi einhverfu í ungum börnum. Og eins og þið vitið eflaust mörg hver að þá voru þessi rannsóknir falsaðar og Wakefield hann sagði einfaldlega ósatt niðurstöður sínar og hafði reynda líka gert sekur ýmis önnur vísindaleg misferli. Og greinin var síðan dregin tilbaka úr tímaritinu leið og þetta var ljóst. En eftirköstin af birtingu þessara greinar eru flestum kunnar. Hún komast að bylgju efasemda bólusetningar sem hefur svo breiðst út allan heim með mjög slæmum afleiðingum. Mér langar hins vegar að vekja athygli á því að ef við lítum á The Lancet, þetta tímarit, læknisfræði tímarit sem fréttaveituna í þessu tilviki, að þá í sjálfu sér ekki endilega beinleinis við fréttaveituna að sakast að það fór sem fór. Vísindatímarit og þau treysta því að höfundar vísindagreina segir satt og rétt frá niðurstöðum rannsóknar sinna og það getur verið mjög erfitt og jafnvel ómögulegt að uppgötva að niðurstöður séu falsar ef fölsunin nægilega góð. Þannig að ég tel að líklega hafi The Lancet birt þessa grein í góðri trú og haft góða ástæðu til að telja að upplýsingarnar í greininni væru réttar, þangað til auðvitað annað kom í ljós. Aðrar falsfréttir eru hins vegar þannig að fréttaveitendurnir birta fréttirnar ekki í góðri trú að það sem í þeim stendur sé satt. Og það sem við getum kallað lygafréttir eru fréttir sem að fréttaveitendurnir sjálfir telja ósannar að hluta til eða í heild. Nú, það hægara sagt en gert að finna skýr dæmi fréttir sem við getum verið vissum að séu lygafréttir í þessum skilningi vegna þess að við vitum ekki svo auðveldlega hvað fréttaveitendurnir sjálfir telja satt og hvað þeir telja ósatt. En eitt dæmi fréttir sem ég held að megi örugglega flokkar sem lygafréttir eru fréttir sem sagðar voru í Sovétríkjunum miðja 20. öld að búfræðingurinn Trofim Lysenko hefði fyrstur manna uppgötvað ferli sem nefnist á ensku vernalization og mér skilst að stundum þýtt sem vorun. En það ferli þar sem plöntur eru kælda niður í ákveðin tíma til þess að auka afkomi þeirra síðar meir. Og ég get mér þess að til að þessar fréttir þessar uppgötvun hans miðja 20. öld hafi verið lygafréttir vegna þess að mér skilst að aðferðin hafi verið vel þekkt meðal búfræðinga fyrir daga Lysenko. Nú, þriðja tegund falsfrétta sem ég ætla að nefna hér eru fréttir sem ekki nægilega vel rökstuddar. Og þetta ætla ég að kalla ruglfréttir. Ruglfréttir eru sem sagt fréttir sem að fréttaveitendurnir hafa ekki nægilega góðar ástæður til að telja sannar. Það getur verið sannar, það getur verið taldar sannar, en fréttaveitendurnir hafa ekki nægilega góðar ástæður til að telja það sannar. Og eitt dæmi vísindafréttir af þessu tagi eru kannski fréttir sem voru fluttar árið 1989 af því að 2 efnafræðingum, Fleischmann og Pons, hefði tekist að framkvæma svokallaðan kaldan kjarnasamruna, eða cold fusion á ensku. Og kjarnasamruni almennt þegar 2 frumeindakjarnar renna saman
og losa þannig óhemju mikla orku og það gerist náttúrulega til dæmis í sólinni í miklum hita og miklum þrýstingi en kaldur kjarnasamruni væri hins vegar ef að þessi kjarnasamruni ætti sér stað bara við stofihita til dæmis og Fleischmann og Pons þeir töldu sig hafa uppgötvað leið til að gera þetta og tilkynntu það á blaðamannafundi 1989 og fréttir af þessu meinta afreki þeirra fór síðan sem eldri sínu heiminn en það hefði þetta gjörbylt orkumálum heimsins má segja. Nú það sem gerir þetta ruglfréttum það að það fréttaveitur sem sögðu frá þessari meintri uppgötvun höfðu því miður ekki nægilega góðan rökstuðning fyrir því að telja að þetta væri raunverulega uppgötvun, það væri satt. Ólíkt því sem gerist almennt þegar tilkynnt vísindalegar uppgötvanir að þá höfðu Fleischmann og Pons ekki leyft öðrum vísindamönnum að rýna í niðurstöðu sínar og ekki fengið jafningjamat að neinu tægi á það hvort að fullyrðingarnar þeirra stæðust. Nú vel að merkja þarf ekki að vera að Fleischmann og Pons hafi haft rangt fyrir sér að kaldur kjarnasamruni sé mögulegur og reynda að telja sumir rannsakendur, skilst mér, að vísum mjög fáir, að kaldur kjarnasamruni sé einmitt mögulegur og þótt að ég eftir að sýna fram á það með vísindalegum hætti. Þannig til að draga þetta svolítið saman þá má segja að ég hafi hingað til bent á 3 megintegundir falsfrétta. Í fyrsta lagi það fréttir sem eru ekki sannar, sem ég kalla rangfréttir. Í öðru lagi það fréttir sem eru ekki taldar sannar og það eru lygafréttir. Og í þriðja lagi svo fréttir sem eru ekki rökstuddar, sem ég kalla ruglfréttir. Og svo má þetta hugsa sér falsfréttir sem eru bæði ósannar og órökstuddar. Svoleiðis falsfréttir eru þá rangfréttir og ruglfréttir í senn. Og svo eru þetta fleiri möguleikar á samsetningu svona tegunda falsfrétta og verst eru þetta þegar fréttirnar eru ekki sannar, ekki taldar sannar og heldur ekki rökstuddar. Og það verður þá rangliga og ruglfréttir samkvæmt þessari flokkun. Nú því miður þarf ég samt að eyðileggja þetta fallega skipurit hérna með því að nefna dæmi fréttir sem ég held að passi síðan ekki inn í þessa flokkun og ég held samt að sé rétt að kalla falsfréttir. Dæmið sem ég að vísa til því svokallaða Climate Gate mál. Nú eins og þið vitið kannski að þá aðdragandi þessa máls sá að það voru tölvuþrjótar eða hakkarar sem brutist inn í tölvukerfi háskólans í East Anglia og byrtu og komist þar í tölvupóstsamskipti loftslagsvísindafólks við skólan við annað loftslagsvísindafólk og afneitunasinnar í loftslagsmálum fóru svo í gegnum þessa tölvupósta skipulega og fundi einhverja setningar sem að hljóma vissulega grunnsamlega eins og til dæmis þessa hér sem var í tölvupósti frá Phil Jones árið 1988 og hann sagði I've just completed Mike's nature trick of adding the real temps to each series for the last 20 years to hide the decline. Og ýmsar fréttaveitur gerðu sér svo mat úr þessu, meðal annars The Telegraph í Bretlandi og sögðu þetta væri meira áttan hneyksli sem sýndi fram að það sé ekkert marktakandi á loftslagsvísindum. Og vissulega hljómar það grunnsamlega að tala að nota einhverja brellu til að fela einhvern minnkandi hitastig. Þegar maður skoðar málið hins vegar aðeins nánar, þá kemur í ljós að það sem höfundur tölvupóstsins kallar brellu í raun fullkomlega eðlileg vinnubrögð. Það sem málið snýst að þróun hitastigs undanfarnar aldir og til þess að meta það hvernig hitastig hefur verið í fjarlægri fortíð, að þá meðal annars stuðst við svokallaðar trjárhringamælingar sem eiga að gefa góða vísbendingu meðal hitastig aftur í tímann. En það líka vita að þessar trjárhringamælingar eru ekki góð leið til að segja til hitastig undanfarin 50 ár eða svo. Kannski út af þynningu ósonlagsins eða súru regni, en við vitum ekki alveg af hverju það er. En það gerir þetta ekki mikið til að þessi gögn passa ekki fyrir síðustu 50 árin vegna þess að síðustu 50 árin höfum við beinar mælingar á hitastigi jarðar. Þannig að brellan sem að ræða einfaldlega að notast við áreiðanlegustu mælingar á hitastigi jarðar sem völ á fyrir þau ár sem að ræða og í síðustu 50 árin eru það beinar mælingar á hitastigi jarðar en ekki trjárhringamælingar. En ástæða þess að ég nefni þetta dæmi að það passar ekki vel inn í þessa flokkun á falsfréttum sem að ég var að sýna ykkur hérna áðan. Fréttirnar af Climate Gate sögðu einfaldlega frá tölvupóstunum og birtu úr þeim tilvitnanir en ekkert í allan á sumum fréttunum sjálfum var beinlínis ósatt eða lygi eða órökstudd. Þannig að ef Climate Gate var falsfrétt þá var hann af ykkur öðru tagi en það sem ég búin að sýna ykkur. Og spurningin þá bara hvernig við skilgreinum þessa nýja tegund falsfrétta sem að Climate Gate var dæmi
Og svarið við því, held ég, er að fréttirnar af ClimateGate voru fyrst og fremst villandi eða afvegaleiðandi. Við getum kannski talað villifréttir. Nánar tiltekið eru þá villifréttir þar sem einhverju miðlað til fólks í þeim tilgangi að fá fólk til að trúa einhverju öðru sem þá ósatt, lygi eða órökstutt eða allt í senn. Sérkenni villifrétta sem sagt að fá fólk til að trúa einhverju öðru en því sem sagt í fréttanum sjálfum. Einhverju sem ekki satt, ekki talið satt eða ekki nægilega vel rökstutt. Í tilviki ClimateGate var tilteknum tölvupóstum miðlað til fólks að því virðist til þess að fá fólk til að trúa því að loftslagsvísindafólk væri að blekkja almenning með einhverjum óeðlilegum kúnstum. Þessar upplýsingar voru í sjálfu sér réttar, að minnsta kosti í einhverjum tilvikum, en þær voru teknar úr samhengi og settar upp með hætti sem var villandi fyrir þorra almennings. Þannig að lokum ætla ég bara östuðt að gefa til kynna hvers vegna ég held að villifréttir sem að kunna virðast skárri en hinar tegundirnar, að þær eru samt að vissuleyti hættulegastar. Og það eru tvær nátengdar ástæður fyrir þessu. Fyrri ástæðan er svo að það erfiðara að sýna fram á að fréttaveita miðli ítrekkaða villifréttum heldur en til dæmis rangfréttum. Þetta vegna þess að fréttaveitur sem miðla svona villifréttum, villandi fréttum, geta alltaf neitað því að fréttunum hafi verið ætlað að vera villandi. Þau geta sem sagt falið sig bak við það að hafa tæknilega séð sagt satt og rétt frá. Jafnvel þótt ætlunin hafi verið að afvegaleiða almenning með skipulögum hætti. Seinni ástæðan er svo að það er auðveldara fyrir hagsmunaaðila, til dæmis fjársterk stórfyrirtæki með öflugar almannatengsladildir, að koma villifréttum að í hefðbundum miðlum sem að fólk treystir á. Eins og við sáum í dæminu af ClimateGate getur verið mjög erfitt fyrir leikmann, þessi tilviki þá fréttamann, að átta sig á því hvort einhverjar upplýsingar séu villandi. Til dæmis vegna þess að tilvitnun er tekin úr samhengi, eins og það var í þessi tilviki, og það gerir hefðbundna fjölmiðla nokkuð berskjaldaða held ég fyrir því að villifréttum sé að smygla inn í þá með ýmsum hættum. Þannig að niðurstaða mín er sem sagt að það séu til að minnsta kosti 4 ólíkar tegundir falsfrétta sem að geta svo skarast eins og sést á þessari flóknu yfirlitsmynd og að villandi fréttir séu síst hættuminni en aðrar tegundir falsfrétta. Takk. Já, sæl. Ég er leikmaður, ekki fræðimaður, en ég er blaðamaður. Nafnið á fyrirlestrinum, ég sagði þetta aldrei, er vísun í orð Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, sem er sennilega sá maður sem hefur gert falsfréttir að orði sem kemur upp nánast daglega í lífi blaðamanna. Falsfréttir eru ekki nýjar á nálinni og hafi í raun alltaf verið til. Fyrstu dæmin tengt fjölmiðlum sem ég fann þegar ég var að undirbúa fyrirlesturinn eru frá árinu 1690 er bresk yfirvöld stöðuðu útgáfu bandarísks dagblaðs vegna þess að það hafði birt falsfréttir. Árið 2016 tröllruðu falsfréttir þjóðfélagsumræðunni en það ár kusu Bretar Brexit og Donald Trump og Hillary Clinton tókust á í bandarísku forsetakosningunum. Enda valdi Collins orðabókin falsfréttir orð ársins 2017 því notkun þess hafði aukist 365% á 12 mánuðum. Baráttan gegn falsfréttum er eitt af meginþemum í formennsku áætlun Íslands í Norðurlandaráði í ár. Þar segir að dreifing villandi og falskra upplýsinga til að koma höggi og andstæðinga eigi sér langa sögu og hafi oft verið skipulega beitt í deilum og átökum þjóða, hópa og einstaklinga. Með þeirri byltingu sem orðið hefur í net og upplýsingatekni og ekki síst með tilkomu og hröðum vexti samfélagsmiðla á síðustu árum, hefur þessi ógn tekið á sig nýja og gegnvaglegri mynd en áður. Hægt er að safna margvíslegum upplýsingum notendur miðlana og beina í kjölfarið að þeim sérsniðnum falsfréttum og áróðri sem ætla má að þeir séu móttækilegir fyrir. Í sumum tilvikum eru þessar falsfréttir sem birtast á samfélagsmiðlunum ekkert sérstaklega til þess ætlaðar að grafunda lýðræði samfélögum, heldur markmiði einfaldlega að fá notendur til að smella á þær og afla þannig auglýsingatekna. Áhrifin á traust og lýðræði er þó að miklu leyti hins sömu og í upplýsingastríði aðila þar sem röngum upplýsingum dreift
í því skyni að koma höggi á stjórnvöld og stofnanir í opnum lýðræðislegum samfélögum og valda pólitískum óstöðuleika. Þegar ég ræddi viðfangsefni okkar hér í dag og áhrif tækninar og falsfréttir við vinnufélaga minn og tæknisnillinginn, Árna Matthíasson, sagði hann að tækning gerði það auðveldara að ljúga og fólk var einfaldlega að nýta sér það, oft í því skyni að græða. Það var einmitt leiðaraljós tæplega 20 strax í bænum Veles í Makedóníu fyrir 4 árum, að græða peninga á því að skrifa falsfréttir úr bandarísku stjórnmálum. Hann skrifaði falsfréttur bæði Clinton og Trump og kom þeim í dreifingu í gegnum Facebook. Því fleiri sem smellirnir urðu, því meiri urðu tekjur hans af Google-auglýsingum á síðunni. Hann sá fljótt að það var vænlegra fyrir budduna að skrifa lygar Clinton, því pólitískir andstæðingar hennar voru líklegri til þess að smetla á neikvæðar fréttir af henni heldur pólitískir andstæðingar Trumps til að smetla á lygafréttir hann. Meðal slíkra frétta sem talið að hafi haft áhrif á kjósendur sem hafðu kosið Obama 4 árum fyrr og ætluðu að kjósa Clinton en hættu við á síðustu stundu eru fréttir eins og að Clinton væri við mjög slæma heilsu vegna alvarlegra veikinda, að Frans Páfi dáði og dýrkaði Trump og að Clinton sem utanríkisráðherra hefði samþykkt að selja íslamsku vígamönnum, þar á meðal ríki íslams vopn. Þegar vinir unga mannsins sáu hvað hann græddi á þessu, voru þeir fljótir að taka upp sömu iðju og í dag blómstrar þessi atvinnugrein í Veles sem aldrei fyrr. Eða eins og kom fram í frétt á CNN, áður var framleitt postulín í Veles en nú eru falsfréttir helsta framleiðslu vara bæjarins. Ég las nýverið viðtal við unga konu sem vinnur fyrir athafnamann í Veles við að skrifa falsfréttir fyrir bandarískar öfgasíður. Hún segist ekki trúa þessu bulli sem hún skrifar en viðurkenndi að hún væri varari sig en áður og hún væri orðin hálfhrædd við múslima. Þar sem í þessum fréttum væri þeirra að vinna illa og vísir með að drepa mann og annan hvenar sem er. Hvað er til ráða þegar kemur að baráttunni gegn falsfréttum, spurði ég Kolbeinn Óttarsson Proppé, þingmann og fyrrverandi blaðamann nýverið í viðtali, en Kolbeinn er fulltrúi í Íslandsdeild Norðurlandaráðs. Hann svaraði því til að baráttan sé töpuð á þann hátt að flæði rangra upplýsinga verði ekki stöðvað. Viljum við takmarka flæði rangra upplýsinga? Viljum við takmarka rétt fólks til að dreifa röngum upplýsingum? Eða viljum við það, ef við viljum það, erum við komin að tjáningafrelsinu. En við erum ekki búin að tapa stríðinu í þeim skilningi. Eina mögulega svarið sem er leið engin töfralausn er að auka fræðslu innan menntakerfisins. Eins að styðja öflugri fjölmiðlar sem eru vandir af virðingu sinni. Fjölmiðlar sem vinna sínar fréttir vel og myndu aldrei birta eitthvað sem er rangt. Sem er gullna regla fjölmiðlunar, segir Kolbeinn. Ísland er eina landi á Norðurlöndunum sem styður ekki fjölmiðla beint með styrkjum, en ef fjölmiðlafrumvarp mennta- og menningarmálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur verður að veruleika, mun það væntanlega breytast og gera einkareknu fjölmiðlum reksturinn auðveldari. Eitt af þeim vopnum sem er beitt í stríðinu gegn falsfréttum er staðreindaeftirlit. Ég held að engin íslensku fjölmiðl reki sérstaka staðreindavakt þar sem fullyrðingar stjórnmálamanna eru skoðaðar og sannlega skyldi þeirra kanna með markvissum hætti. Að vísu mann ég eftir samstarfi milli Vísindavefjarins og Kjarnans fyrir þingkosningarnar 2016 en veit ekki hverju það skilaði. Ekki heldur hvort það samstarf sé enn í gangi. Hjá helstu fjölmiðlum Bandaríkjanna og í Evrópu eru starfandi sérstaka deildir sem annars slíkt staðreindaeftirlit. Ef við skoðum Trump og ummæli hans, þá hefur Trump logið meira en 15.000 sinnum síðan hann tók við embætti forseta fyrir 3 árum, samkvæmt staðreindavakt Washington Post. Má þar nefna ummæli sem hann mótmælti kröftulega síðar að hafa sagt. Að hann hafi beðið heimavarnaráðuneytið að kanna hvort hægt væri að nota kjarnorkusprengjur til að koma í veg fyrir að fellibyljir ná að ströndum Bandaríkjanna. Ég sagði þetta aldrei, þetta eru bara fleiri falsfréttir, sagði Trump í færslu á Twitter, eftir að heimildar menn sem sátu með honum að fundi greindu fjölmiðlum frá þessum ummælum hans. Trump virðist líka eiga erfitt með að halda sig við sannleikann þegar kemur að fréttum af efnahagsmálum og hagtölum.
er hann gjarn á að halda því fram að staðan hafi aldrei í sögunni verið eins góð og hún er eftir að hann varð forseti. Þetta er oftast rangt hjá honum, þó svo að staðan hafi yfirleitt ekki verið betri síðan að hruni skall á af fullum þunga árið 2008. Trump er einnig gjarn á að saka fjölmiðla sem að telur sér hans núna að flytja falsfréttir og gengur jafnvel svo langt að segja blaðamennina sjálfa vera falsfrétt. Trump gerir þá að sökudólgum ef hann er ekki sáttur við þá og fréttaflutning þeirra. Þetta er sennilega það sem ég var mest vör við í mínu starfi þegar kemur að hugtakinu falsfréttir. Þegar fólk er ósátt við fréttirnar sem við flytjum og segir þær falsfréttir runnar undan rifjum ólýðræðislegra afla. Stundum er það þannig að þegar fólk er ósammála þeim fréttum sem við skrifum þá eru sumir ansi fljótir að skella skuldin á viðkomandi blaðamann. Hann sé hlutdrægur, hann sé rasisti, kommunisti, karlpungur, feministi og svo mætti lengi telja. Þetta er eitthvað sem ég var lítið vör við fyrir tíma samfélagsmiðla og var sjaldgæft að fólk hefði samband við okkur beint og sakaði okkur að flytja falsfréttir. Með tilkomu samfélagsmiðla og blogs virðist sumum eðlilegt að níða skóinn af næsta manni fyrir það sem hann skrifar í frétt, haft eftir viðmælanda eða er þýtt úr erlendum fréttum. Við verðum að geta gert á kröfu til fólks að það virði skoðanir annara. Varla vill fólk að það heyrist bara ein rödd í samfélaginu. Það sem ég óttast er að þessu geti fylgt er sjálfsritskoðun. Að blaðamenn forðist að fjalla einhverja hluti sem valda slíku róti í tilfinningalífi fólks á Facebook. Miðaldra fólki sem hefur gríðarlega þörf fyrir að láta rödd sína heyrast og smetla lindistáknum á allt sem í boði er. Hvort sem viðkomandi hefur kynnt sér málið sjálfur eða bara ákveður að trúa túlkun þess sem skrifar færsluna einhverja frétt í fjölmiðlum. Annað er þegar fjölmiðlar éta upp færslu fólks á samfélagsmiðlum og birta þær án þess að kanna nokkuð hvort viðkomandi hafi ætlað skrifin fyrir fylgjendur sína eða hvort þetta hafi verið hugsað sem fréttafóður. Hvað þá að viðkomandi fjölmiðl kanni hvort það sem viðkomandi skrifar er rétt. Eða þegar fjölmiðlar taka upp fréttir annara fjölmiðla og skella á hana smellvænni fyrirsögn sem er kannski algjörlega slitin úr samhengi við það sem upprunalega fréttin fjallaði Þetta getur þýtt að fólk færi yfir sig holskeflu reiðra lesenda sem eru fljótir að hrauna yfir viðkomandi á röngu forsendum. Að minnstakosti að virkir í athugasemdum lesa bara fyrirsögnina. En aftur að dreifingu falsfrétta. Líkt og Elva Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar bendir á í Grein í Kjarnanum, þá dreifast falsfréttir miklu hraðar en aðrar fréttir og að rannsóknir sýna að fólk túlkar staðreyndir með ólíkum hætti ef þær ógna lífskoðunum þess, gildum eða hópum sem það telur sér tilheyra. Fólk er því líklegra til að deila fréttum sem styðja við lífskoðanir og gildi þeirra en leitar frekar staðfestingar á því að fréttir séu rangar ef það grafa undan lífsviðhorfum þeirra og gildum. Niðurstöður rannsókna varpa einnig ljósi á það af hverju sumar fréttir í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum kalla oftar á hatursfull ummæli í athugasemdakerfum en aðrar. Fréttir sem kalla mikil og oft hatursfull viðbrögð eru meðal annars fréttir á trúarbrögðum, flóttafólki, jafnréttismálum og stjórnmálum. Sem dæmi má nefna að finnska ríkisstjórnin ætlar ekki að stytta vinnuvikuna í 4 daga og vinnudaginn í 6 klukkutíma. Líkt og fór víða í erlendu fréttum fyrir árinu. Staðreyndavakt AFP fréttastofunnar hafði bara samband við upplýsingafulltrúa finnsku ríkisstjórnarinnar sem sagði að þetta væri bara alls ekki á dagskránni þrátt fyrir að fréttin hafi borist víða í fjölmiðlum í Bretlandi, Bandaríkjunum og í Ástralíu. Síðustu daga hefur alls konar falsfréttum tengdu kórónaveirunni verið dælt út og hafa staðreyndavakti fjölmiðla vart undan við að fara yfir þær. Til að mynda er ekki klósettpappírs og hrískunarskortur í Hong Kong og saltvatn, jurtaaugndropar og gufupressaðar andlitsgrímur koma ekki í veg fyrir að fólk smitist af veirunni líkt og haldið hefur verið fram. Í kringu Brexit-kosningarna 2016 var alls konar auglýsingum dreift á samfélagsmiðlum. Auglýsingum sem voru ætlaðar ákveðnum hópum og þeirra skoðunum.
Til þess að hafa uppi á vænlegum lesendum oft gott að setja upp einhverja leiki á samfélagsmiðlum. Leiki þar sem þú getur jafnvel unnið snjallsíma, heimsreisur og hvað eina. Það eina sem þú þarft að gera til að taka þátt að skrá þig og samþykkja veita allar persónulegar upplýsingar um þig. Ekki bara þínar, heldur stundum jafnvel vina þinna, án þess að hafa hugmyndum hver fær þessar upplýsingar. Meðal auglýsinga á þessum tíma var að Evrópusambandi væri að ganga frá samningi við Tyrki inngöngu í ESB og það myndi þýða að 80 milljónir Tyrkja myndi flæða inn í löndin 28 og svo mætti lengi telja. Svo ekki sé tala alla útlendingarna sem gætu gert á atvinnulausa og í stað þess að greiða háar fjárhæðir til ESB væri hægt að reisa fjölmörg ný sjúkrahús og bæta bæði skóla og menntakerfi til muna. Mín skoðun sú að við getum aldrei stöðvað birtingu falsfrétta en við getum með því að auka vitund almennings dreifingu rangra upplýsinga og falsfrétta dregið úr hættunni sem getur fylgt því fari slíka fréttir á flug. Jafnvel með alvarlegum afleiðingum eins og múgsefjun sem getur leitt til þess að meintur barnaníðingur grýttu til bana án dóms og laga. Ábyrgð fjölmiðla mikil og mikilvægt að fjölmiðlar sem eru vandir að virðingu sinni fá stuðning og styrk til að sinna eftirlits og upplýsingarhlutverki sínu á þann hátt að þeir geti forðast stórslys á þessu vettvangi. Takk fyrir. Svona, forseti Íslands, kæru gestir, takk kærlega fyrir boðið hingað. Falsfréttir, það tröllríða samfélögum okkar núna, en þær flæða yfir okkur í rauninni á sama tíma og í það minnsta 2 aðrir straumar sem að liggja samtímis. Það annars vegar straumar samsæriskenninga sem eru þetta fyrirbæri sem alltaf hefur verið til en hefur aukist verulega við flóð rangra frétta og svo blandast þessi straumur saman við uppgang popúlískra stjórnmálaafla og úr þessum 3 straumum sem að liggja saman á okkar tíð hefur orðið gríðarmikið flóð og fljót sem að við eigum að mörguleyti erfitt með að takast á við. Það eru ákveðnir svona sameiginlegir þræðir sem að liggja á milli bæði þeirra sem að dreifa samsæriskenningum og þeirra sem að stunda popúlíska pólitík. Það það sem við getum kallað einfalda tvíhyggju, þar sem að veröldinni skipti góða og vonda, það skilið á milli okkar og hinna, þá góðu sem ber að vernda og hinnar vondu ógnar sem að okkur steðjar. Hvoru tveggja auðvitað stuðlar að ákveðnu vantrausti í samfélaginu, jafnvel einhvers konar samfélagslegri upplausn sem við sjáum í þessari birtingamynd sem eru falsfréttir og upplýsingaóreiða. Og einhvern veginn erum við vön því að sjá kannski suma helstu gerendurna fyrir okkur í þessari mynd. Það einhvers konar andstöðuöfl sem að eru í baráttu gegn hinu ríkjandi skipulagi. Og þetta eru þá baráttuöfl af jaðrinum sem að við sjáum fyrir okkur að vilji grafa undan þjóðskipulaginu. Þetta hins vegar algjör ofur einföldun því að margt í boðskap þeirra sem að beita fölskum upplýsingum, samsæriskenningum og popúlískum aðferðum í stjórnmálum. Það einfaldlega skilaboð sem að hitta heima fyrir marga sem orðnir langþreyttir á ríkjandi ástæðu og hafa
sumir hverjir ríka ástæðu til þess að vera það og það þess vegna líka sem að upplýsingadreifing af þessum toga finnur frjóan jarðveg. Það vegna þess að úti í þjóðfélaginu ákveðin eftirspurn eftir öflum sem að vilja og ætla sér að grafa undan því sem að við köllum á vondri tungu establishment. En við höfum sem sagt orðið fyrir þessu falsfrétta flóði. Og hvað þetta fyrirbæri? Finnur fór yfir það ágætlega áðan og Guðrún lýsti því auðvitað frá sjónarhóli blaðamanns á kannski svona einu helsta meginstraumsmiðli landsins. Sumuleyti þetta hugtak falsfréttir ekkert sérstaklega gott. Það sem við erum að takast á við eru fyrst og fremst pólitískar blekkingar sem eru settar fram í einhverjum tilgangi. Nú blekkingar og dreifing falskra upplýsinga eru þetta engin nýlunda. Þetta fyrirbæri sem að alltaf hefur verið til og á stjórnmálasviðinu þetta bara einfaldlega kafli úr bók Machiavellis hvernig beri að takast á við andstæðinginn með því meðal annars að dreifa hann fölskum upplýsingum sem að grafa undan trúverðugleika viðkomandi. Sú breyting sem við höfum staðið frammi fyrir núna kannski einkum og sér í lagi tilkomin með breytingu miðlunarinnar. Þar sem að hliðvarsla fjölmiðlunar 20. aldarinnar horfin og ef við hugsum það að það voru stóru meginstraumsmiðlarnir sem að réðu hér nokkurn veginn öllu þá heimsmynd sem að fólki barst, þá voru þeir kannski bara fyrirbæri 20. aldarinnar, voru ekki til fyrir hana og eru ekki til í þeirri mynd að vera ráðandi afl dreifingu upplýsinga eftir hana. Og ég held og það sé nú svo sem í takt við það sem aðrir hafa sagt hér, einfaldlega staðreynd sem að við verðum að gera okkur grein fyrir, að meginstraum miðlun 20. aldarinnar með hliðvörðum elítunnar á ritstjórnar skrifstofum og í akademíu, að sú öld liðin og hún kemur ekki aftur. Og þess vegna erum við að fóta okkur í þessu nýja umhverfi. Það enginn sem að getur dæmt það hvað satt og hvað logið þegar að kemur að dreifingu upplýsinga. Og við erum óstöðug í þessu umhverfi. Við verðum fyrir flóði upplýsinga sem við kunnum ekki að greina á milli sjálf og eins og Guðni forseti sagði hér áðan að þegar að sannleikurinn ekki til að þá verður lygin það ekki heldur. Þegar að allt satt ekkert satt og þegar ekkert satt þá allt líka satt. Þá verður allt lagt að jöfnu. Og þetta ákveðið upplýsingastríð þau stöndum frammi fyrir og meginstraum miðlarnir, það ekki bara það að vægi þeirra hefur minnkað, heldur hafa þeir orðnir helstu dreifendur falsfrétta því að það eru í gegnum þá sem að flestir fá ennþá þeinar fölsku fréttir sem að misáræðanlegir miðlar taka upp af jaðrinum og af hinnum fölsku veitendum og dreifa og flytja síðan af jaðrinum smám saman inn í meginstraum. Þannig við verðum fyrir ákveðinu svona snjóbolt áhrif. En hvernig þetta? Guðrún nefndi ungmennin í Velis undir forystu Mirko Selenkoski. Þeir gerðu þetta, fóru í þessa vegferð óvart. Þeir höfðu margir hverjir verið í því að dreifa fölskum svona læknaupplýsingum. Þeir dreifuðu fréttum lækningu krabbamens og virkni ákveðina lyfja og svona sem að fengi mikla dreifingu og svo einhvern veginn skakklöppuðust þeir bara inn á hið pólitíska svið. Og þegar að Mirko mætti einn daginn á gljársvörtum Benz til vinnu sinnar í skemmunni fyrir ofan íþróttamiðstöðinni í bænum, að þá sáu félagar hans að þarna hefða nú heldur betur dottið í lukkupottin og hver var hann? Jú, það var að dreifa falsfréttum fyrir bandarísku forsetakosningarnar 2016 sem hefðu skilað honum svo örum Google-tekjum að hann átti ráð á þessari glæsilegu bifreið sem hann mætti þarna á og hvað gerðu hinir sem að voru fyrir
í salnum? Jú, þeir sneru sér að þinnu sama og Myrko hafði stundað þarna áður. En það er ekki bara svona lið sem að stendur að dreifingu falsfrétta, því að falsfréttir koma líka frá meginstraumsmiðjunni, frá valdaöflunum sjálfum og í stóli forseta tveggja að meðal voldugustu ríkjum veraldar eru menn sem að hiklaust dreifa slíkum fölskum upplýsingum. Ég tekið eitt dæmi frá Rússlandi. Þið munið eftir því að fyrir nokkrum árum að þá mætti Vladimir Putin forseti mótmæla sveit í formi kornungra stúlkna sem að stofnuðu pönkhljómsveitina Pussy Riot. Og þær tóku það upp hjá sjálfu sér sem að honum þótti mikil helgispjöll að gagnrýna hann og líkja honum við verstu ómenni sögunar og þær frömdu þar sem þeir kölluðu pönkseiði víðsvegar þar sem þeir spruttu upp fyrirvaralaust og spiluðu tónlist sína. Nú það blasir auðvitað við að þessar stúlkur eru manneskjur sem að eru sprotnar upp úr rússnesku samfélagi, eru rétt tvítugt þegar þetta var, sem að taka upp þessa baráttu sem að var að mörguleiti mjög höguð. Og hvernig tekst maður á við slíka ógn sem að birtust í þessum ungu stúlkum? Jú, það var með því að útmála þær ekki sem innlenda mótmælendur sem þær voru, heldur var þeim stilt upp í fjölmörgum frétta sem dreift var allt Rússland sem útsendurum erlendra leyniþjónusta. Þær væru að mála hjá CIA, þær væru að mála hjá Evrópusambandinu, þær væru að mála hjá helstu óvinum rússneska ríkisins sem hefðu haft þær í þjálfunarbúðum og hefðu sent þær sérstaklega inn í Rússland til að grafa undan rússneska ríkinu. Og þannig erum við ekki lengur með tvítuga rússneska stúlkur sem eru að mótmæla eigin stjórnvöldum. Nei, þannig erum við með erlendan innrásarher. Og hvernig tekst maður á við hann? Jú, með því að fangelsa þær og gera í rauninni hvað sem hægt er til að koma í veg fyrir að rödd þeirra fái að hljómast. Og í tilviki Trumps er annað upp á teningnum. Þar erum við frekar með mann sem að beitir því sem við getum kallað pólitík bullsins, frekar heldur en legarinnar. Honum virðist vera nokkuð sama það hvort að fólk trúir því sem hann lætur út úr sér. Þarna er miklu frekar verið bara að reka tein í tannhjólið frekar heldur en að ætlast til þess að orðum hans sé trúað. Hér eru fleiri dæmi af falsfréttum sem hafa komið út úr Rússlandi. Margar þeirra hafa beinst til dæmis af Norðurlöndunum sem að séu sérstaklega siðspillt og sumar þeirra ganga svo langt að segja að nú sé svo komið að Norðurlöndin séu komin undir stjórn sódómískra afla sem að ætli sér að grafa undan Rússlandi með því að koma á einhvers konar samkynhneigðu ríki. Og svo er það kannski svona stæðsta falsfrétta svona aflið í dag sem að knýr áfram samsæriskenninguna the great replacement eða stóru umskipti að á Vesturlöndum standi yfir umskipti á þjóðfélögunum þannig að hinn kristna arfleið verði afgerð og að múslimsk samfélög komi í staðinn. Fjölmargar bækur verið skrifað þetta. Samsvarandi á sér stað í Bandaríkjunum. Hér eru nokkur dæmi á stjórnmálum á Norðurlöndunum. Martin Street sem að sagði að múslimar væri nú ekki alveg mennskir og ýmislegt þess háttar. Sif Jensen í Noregi sem kallar þessa þróun laumu íslamsvæðingu. Og þarna komum við inn á þetta sem við getum kallað list legarinnar í stjórnmálum þar sem að lygin verður að aðferð í sjálfum sér. Svo getum við spurt hvernig móttaka verður af svona upplýsingadreifingu sem jafnvel stunduð beint úr valdamiðjunni. Og móttakan til að mynda svona eins og ég sýni ykkur hér eftirfarandi þótt að þetta sé hinn allra yktustu útgáfur af henni og engan veginn dæmigerð.
en þeir birtast til að mynda í þessum manni, Anders Behring Breivik, sem að trúði á samsæriskenninguna The Great Replacement og tóku upp nánast allt orðfærið sem að stjórnmálamenninir höfðu haldið úti hvað það varðaði. Það sama á við Thomas Mehr sem að myrti Joe Cox, þingmann breska verkamannaflokksins í Bretlandi, og fyrir rétti bar hann fram nákvæmlega þessa samsæriskenningu máli sínu til varnar eða verkum sínu til varnar. Sama á við Timothy McVeigh. Hér var talað falsfréttaflóð í Bandaríkjunum, og hér eitt fórnarlamb þess, Edgar Wells, sem að trúði því að Hillary Clinton og aðrir demokratar héldu úti barnavændingsring á pizzastað í Washington DC, og hann réðist með árásarriffil sinn þarna inn til þess að frelsa börnin, og var auðvitað steinhissa þegar hann komst að því að þar voru engin börn til þess að frelsa. Við höfum séð atburði í Nýja-Sjálandi, við höfum séð atburði í Bandaríkjunum, og hérna fulltrúi einar fölsku upplýsingadreifingar í Brexit-kosningunni, þar sem að bent á flóttamenn frá Sýrlandi, og þessi myndi tekin einhvers staðar á landamærum Króatíu og Slóveníu, en hann hélt í samt sem áður fram að Bretar þyrftu að ganga út úr Evrópusambandi sem koma í veg fyrir að þetta fólk myndi flæða yfir Bretland, jafnvel þótt ekkert samband væri á milli þessara tveggja þátta. Við sjáum þessa þróuðu þetta líka hérna á Íslandi, en í minna mæli, og að lokum þá kannski bara aðeins að takast á við þessa spurningu, rétt að bregðast við þessu með einhverjum hætti. Það eru nokkra leiðir sem hægt að fara. Það hægt að vera með einhvers konar greiningarstarfsemi, ríkið gæti verið með fréttagreiningu ríkisins, og það eru fjölmiðlarnir með staðarindavaktir og svo framvegis. Það hægt að setja lög, eins og gert hafa verið í fjölmörgum löndum. En ég held og sammála þeim sem hér hafa talað að rauninni eina leiðin til þess að takast á við þetta sé með því að stuðla að upplýsingalæsi og miðlalæsi í öllu samfélaginu og öllu kerfinu. Kannski þetta bara á einhvern hátt bara nýr tími sem við stöndum frammi fyrir og lærum að vinna okkur í gegnum, svona svipa því og þegar að tölvupósturinn var að ryðja sér til rúms og inbox fólksins fylltist af freistandi tilboðum mörgum hverjum frá Nígeríu, þar sem að þurfti bara að geyma auðæfi látins ættingja einhvers manns frá Nígeríu, og þá myndi maður fá svona drjúgan hluta af því, og einhverjir létu blekkjast, en svo lærðist fólki að þetta var nú kannski ekki mikið svona traust á bakvið þessa beiðni. Og kannski þessi veruleiki sem við stöndum frammi fyrir núna að svipuðu tagi. Það ýmislegt verið að gera, til dæmis þetta merka framtak í Stratcom hugveitunar sem lítur stuðnings Evrópusambandsins í Brussel, sem að greinir mikið af því sem kemur út úr Rússlandi. Og já, nú tíminn liðinn, en ég ætla sér bara einfaldlega að enda á þessu. Það hafa verið reynt að setja einhver lög, ég efins að það dugi. Tæknifyrirtækin eru treg og eiga erfitt með að takast á við þetta. Það eru aðgerðir sem hægt að líta til, en ég ætla að enda á þessari glæru hérna. Þetta held ég það sem við þurfum að takast á við hér. Ég fekk þessa mynd sem þið sjáu þarna held ég, og þá leiðrétti mig ef ég rangt fyrir mig, að hún hafi verið búin til af bókasöfn sem liði í því að kenna sínum viðskiptavinum hvernig rétt sé að takast á við falsfréttir, og mér finnst þetta feikilega gott framtak og getur verið fyrsta skrefið af því að takast á við það sem við eigum að gera. En ég held sem sé að gagnrýnin hugsun, sem jú aðall háskólana, sé lykilatriði, en það þurfa að færa hana neðar og strax inn í grunnskóluna. Takk fyrir mig.
Forseti Íslands, gestir, mikil heiður að fá að vera inn í dag. Ég monta mig oft mikið þegar ég tala við kollega erlendis af Vísindavefnum. Þetta einstakt fyrirbæri sem við höfum hérna á Íslandi og svo mikilvægt líka að hafa allar þessu upplýsingar aðgengilegar á íslensku. Þannig að mér langar að byrja bara á að óska þeir sem standa að Vísindavefnum og okkur öllum bara til hamingju með afmælið og til hamingju með nýja vefinn, hann er stór glæsilegur. Ég ætla svona aðeins að taka annan vinkil á þetta og tala svona falsvísindi. Ég er sameindalíffræðingur og ég fæ rosalega mikið af svona fyrirspurnum, sérstaklega svona stofnfrumumeðferðir en líka bara alls konar svona heilsufarslegar söluvöru, þessi heilsuvöru, þar sem ég er spurð hvort að hitt og þetta sé byggt á vísindum og mér finnst sjálfur ekkert endilega, svona oftast veit ég cirka hvort að eitthvað sé á röku reist eða ekki, en það er ekkert endilega alveg sjálfsagt mál hvað er rétt og hvað er satt og hvað er logi. Til dæmis ef svo illa vildi til að maður fengi hvítblaði og þetta væri illvítt hvítblaði, þannig að það væri ekki auðvelt að meðhandla það svaraði ekki meðferð, þannig að manni væri boðið að fara í meðferð þar sem að manns eigin ónæmisfrumur væru teknar úr manni, þeim væri erfðabreytt og þær voru settar aftur í mann, þannig að erfðabreytingin myndi valda því að þær drepa æxlið. Getur þetta verið rétt? Er framtíðin núna? Já, framtíðin er núna. Þetta er ný samþykkt, ekki tilraunameðferð, ný komin af stigi tilraunameðferðar, það verið að meðhandla sjúklinga og virðist lofa góðu þó að sé í raun og veru, þessar meðferðir eru alltaf í raun og veru undir vökulu auga vísindamanna og lækna. En ef þetta er hægt, hvað þá með að laga svona eitthvað hlut sem er ekki jafn illvígur eins og að forða fólki úr lífshættu og sprauta stofnfrumum úr naflastrengjum í liðin á manni til þess að endurmynda brjósk. Þetta er meðferð sem er líka í boði í Bandaríkjunum og er því miður ekki byggð á sannreyndum vísindum. Því miður þá virðist vera svona eftirlitsiðnaðurinn í Bandaríkjunum þannig er ekki alveg að fylgja eftir stofnfrumum meðferðum og læknar hafa verið blekktir og tekið þátt í því að sprauta vökva sem í átt að vera stofnfrumur en reyndist svo ekki að vera stofnfrumur í liðin á fólki með jafnvel slæmum afleiðingum og þetta fyrirtæki er ennþá til jafnvel þó að það sé vond reynsla af því og ef maður fer og skoðar vísindagreinar þá er rosalega mikið af rannsóknum á svona þessum endurnýjana mætti stofnfruma og jafnvel stofnfruma og naflastrengjum. Margir kannast við að hafa geymt stofnfrumur og naflastrengju þegar þau eignast barn. Þannig að það er heilmikið af upplýsingum sem eru til á netinu sem kannski gefa til kynna þetta sé raunverulegt og það voru margir sem að fengu þessa meðferð sem að sýndist það eftir að googla og lesa sér til að þetta leit nú traustverðugt út. Þannig að framtíðin er núna, það er hægt að gera ótrúlega hluti með vísindum þannig að það er ekki skrítið að menn fari að svona mörkin milli raunveruleika og ósanninda séu orðin svolítið óljós þegar maður er ekki sérfræðingur sjálfur í því sem við á. Og það dynja bara yfir okkur, ekki loforðum til að stofnfrumumeðferðir eða krabbameinsmeðferðir. Það er bara á hverjum degi allstaðar. Ég veit ekki hvað ég er búin að fá mikið af Osteostrong og Collab sponsorar með auglýsingum á Facebook undanfarna viku. Ég æfi kraftlyftingar og mjög margir félagar mínir taka sérstaklega inn amínósýrur með greinóttum hliðakeðjum var það þannig. En svo eru allir líka að drekka kollagendrykk sem hefur amínósýruna glísin með engum hliðakeðjum. Hvort er rétt? Er ekki bara best að taka bara lýsin? Þá hvað eru þá falsvísindi? Þetta er skilgreiningin það sem við kallum á ensku pseudoscience sem eru þá staðhæfingar eða tiltrú eða ástundun sem er sögð byggð á vísindalegum grunni en er algjörlega ósamræmanleg vísindalegri aðferð. Og hver eru þá einkenni þessara falsvísinda? Og nú er ég svona að tala frá mínu sjónarhorni því að ég er líffræðingur þannig að það má líka heimfara kannski ýmislegt upp allir þessi loftslagsvísindi og svo framvegis.
En það kveikir svona viðvörunarbjöllum hjá manni ef að meðferðir eða fæðubótarefni og svo framvegis eru sögð bót allra minn. Ef þau eiga lækna, já, slitgikt og kvef og svefnleysi og svo framvegis. Og svo tekur maður eftir í það er svona mjög ofta þá er svona einhverju persónutöfrar einstaklings sem er forsprakki einhvers fyrirtækis. Það eru notaðar til þess að selja vöru eða meðferð og meðal annars að Lyfjan fyrirtæki var forsprakki þess hélt svona seminur og sjarmera allir upp úr skónum. En svo þá reyndar ekki við hann, en oft er það líka þannig að það er talað einhvern svona einstakling sem er með einhverja einstaka snilligáfu. Það er vísindamaðurinn sem er búin að synda á móti straumnum í 20 ár, enginn hefur hlustað á hann en nú er hann búin að finna lækningu við krabbameini eða einhverju öðru og svo fylgja þessu rosalega mikið af reynslusögum og þannig að það er mjög mikið af svona skjólstæðingum sem eru látnir segja jákvæðar sögur af sinni reynslu en fylgir minna af staðreyndum. Og svo kannski annað sem er ekki endilega augljóst fyrir svona ef maður bara skoða á netinu að þá annað einkenni er að menn eru ekki opnir, þegar þessi forsprakkan eru ekki opnir fyrir því að óháðir aðilar komi og prófi og sannreyni það að við komi meðferð eða fæðubótarefni og svo framvegis að það virki raun og veru. Það er algjört lykilatriði í vísindalegri aðferð. Og það sem gerir þetta samt svo rosalega ruglandi stundum er að þetta er mjög oft byggt, það sem setti fram er byggt á þessum nýjustu og mest spennandi niðurstöðum í grunnrannsóknum en þó án þess að það veri sannreynt sem meðferð. Núna, ég rannsaka það sem kallar umframerðir, hvernig genunum er stjórnað og hvernig stjórnun og genunum getur erst. Ég er alltaf að sjá það, eitthvað hafi áhrif á umframerðir. Og svo líka, hver er ekki búin að sjá undanfarið einhverju lofað þarmaflóruna? Það var tækni sem var til fyrir svona áratug síðan sem gerðarverkum við geta rannsakað þarmaflóruna allt annan hátt heldur en áður og það er komið rosa mikið spennandi svona tengingum út úr þessum vísindum og allt í einu bara spretta upp fyrirtæki út allt sem ætla að lækna allt með því að hafa áhrif á þarmaflóruna. Þannig að það er alveg rosalega áhugavert að fylgjast með því hversu fljótir menn eru að grípa nýjustu vísindi og búa til söluverðing. Þannig að þetta er oft þessi svona sannleikskögn í þessum staðhæfingum en það er svona meira oft gefið skinn heldur en í raun og veru staðhæft og reyndar stundum staðhæft en það þarf að vera innan einhverja marka til þess að fallir hreinlega lögum af því það eru lögum hvað má segja, hvað vöru þegar maður er að selja hana, hvað er fæðubótarefni og hvað eru lyf en það má nota svona með svona sjálfræn trikk til þess að láta fólk svona taka ályktanirnar sjálft og það er kannski svipað það sem Finnur var að tala með falsfréttirnar. Þannig að það oft sannleikskorn í þessu og þá þarf maður að fara staðreyndatékka. Og svona ég sem sérfræðingur, ég fer og ég bara beint og skoða rannsóknir og stundum er vísað í rannsóknir en stundum ekki og þá þarf maður bara að fara á svona leitavélar eins og við köllum PubMed þar sem er mikið af læknisfræði upplýsingum til þess að skoða rannsóknirnar. Það er ansi mikil vinna og það eru oft er bara vísað í rannsóknir hreinlega en þær fjalla eitthvað allt annað en það lítur rosalega vel út. Og svo er líka vísað í rannsóknir sem voru raunverulega framkallaðar og einhver hluti prófaður, það var bara núna í vikunni, þá var mér bent á, það var ákveðin meðferð sem ég ætla ekki að nefna hér, en það var verið að benda mér á meðferð þar sem var verið að lofa ákveðnum árangri og svo aðferð var prófuð, en ef maður skoðaði aðferðalýsinguna úr vísindagreininni, þá stóð hreinlega í þessari rannsókn var ekki slembivalið í hópa þar sem það var engin viðmiðshópur. Og þá veit maður nú hreinlega, það voru svona frekar dauf áhrif af þessari meðferð og þá er ekkert hægt að segja voru lyfleysu áhrif af þessu, mjög líklega. Þetta var svona ólíklega meðferð líka og það þarf sérstaklega sterk vísindi til að sýna fram á eitthvað ólíklegt sé raun og veru sett. Það sem maður þarf líka að gera svona ef maður er að kafa ofan í þetta er að skoða hvort að einhver meðferð sé kannski bara ennþá tilrauna meðferð
eða hvort þetta sé sannreind meðferð sem komin í svona almenna notkun. Og ég persónulega fer á clinicaltrials.gov ef einhver hefur áhuga og bara flett upp með leitarorðum. Eru allar klíniska prófanir í heiminum eða reynt að halda utan að það allar á þessari síðu. Og svona hitakort cirka yfir hversu mikið af stofnfrumu prófunum fer fram hér og þar í heiminum, flestar í Bandaríkjunum og svo Evrópu og svo framvegis. Og þetta nú gamalt skífurit frá 2012 en til dæmis að þá alltaf að fjölga sérstaklega svona stofnfrumu og fósturvísa stofnfrumu prófunum og prófunum leiddir af því, þannig að það ekki skrítið að það sé erfitt að átta sig á hvað satt og hvað logið þegar það verið að prófa þetta allt og verið að flytja stöðugt fréttir af því. En svo þarf maður líka bara svona að reyna að átta sig á hvað aðrir sérfræðingar segja og ég reynir svolítið mikið að fylgjast með þetta svona bara áhugamál líka meðfram vinnunni, bara fylgjast með hvað í gangi. Þannig að ég skoða svolítið mikið þetta blogg sem heitir Science Based Medicine og eru bandarískir læknar sem eru líka með þetta svona áhugamál að fylgjast með hvað aðrir falsvísindi og hvað eru raunverulega meðferðir. Og einn af þeim heitir Steven Novella og hann með sitt eigið blogg og svo þeir eru líka með podcast, það til dæmis fyrir þá sem hafa rosalega áhuga svona, þá eru þeir með vikulegt podcast sem heitir The Skeptic's Guide to the Universe og það fjallað það nýjasta í þessu yfirleitt og svo líka fjallað bara það nýjasta í vísindum og hvað cool vísindi hafa komið fram. Og það er einmitt líka oft getrun í lok þáttarins þar sem eru setta fram 3 staðhæfingar einhver nývísindi og þau keppast að giska hver þeir röng. Af því það oft bara, það mjög auðvelt að búa til villandi vísindi. En og svo eru síða sem heitir Skeptic sem eru konur sem eru svona að skoða bæði pólitík og líka vísindi út frá svona efahyggjuforsendum en mér langar kannski sérstaklega það náttúrulega vísindavegurinn rosalega mikilvægur fyrir okkur á Íslandi og svo upplýst síða sem eru sérfræðingar og ég tilheyri þessum hóp en ég teka fram, ég ekki búin að vera mjög duglega að setja inn á hann en þetta hópur sem ég hef getað leita til að spurjast fyrir og það upplýst hópurinn sem með svona allavega grunnupplýsingar en þessari síðu bara hvað eru falsvísindi og svona til að beina almenningi á rétta braut í þessum málum. Og svona kannski bara alveg í lokin að þá þetta graf sýnir Dunning-Kruger áhrifin þar sem við sýnir okkur að ef við skoðum hversu mikla reynslu eða þekkingu fólk hefur á ákveðnum hlutum að þá hefur verið sýnt fram á það að þegar maður veit svona mjög lítið þá hefur maður eiginlega miklu meira sjálfstraust til að segja að eitthvað sé rétt eða rangt og svo byrjar fólk að efast meira eftir því sem það fær meiri reynslu þar til að verður nú miklu sérfræðingar til þess að það öðlast meira sjálfstraust til að segja af eða á. Og þetta raun og veru varnaðarorð ekki bara til almenning sem að kannski veit ekki endilega mjög mikið ákveðin hlut, heldur til okkar allra því við erum líka hlut af almenningi hvað varðar við vísindamennum, við erum almenningu hvað varðar eitthvað sem ekki okkar fag. Þannig að það mjög auðvelt að vera með falskt öryggi þegar kemur að staðreyndum og þess vegna svo mikilvægt að sé einhverja svona staðreynda prófanir sem að eiga sér stað. Og bara með langar kæra þakki fyrir að fá að koma inn í dag og takk fyrir ykkur fyrir að hlusta. Komið í sæl. Ég heiti Þorsteinn eins og þið eru búin að sjá. Ég svolítið undarlegur hlutverki hérna, ég veit ekki hvort ég eins og prófdómari eða svona nótur að hjásekandi með standast á prófunni eða eitthvað eða hvað, en að bregðast við því sem hér hefur verið sagt og kannski segja ykkur, ég held að ég megi nú alveg segja ykkur líka eitthvað frá Vísindavefnum. Mér langar kannski að byrja því að segja ykkur frá því hvernig þetta byrjaði. Það byrjaði þannig að það stóð til að Reykjavík yrði menningarborg Evrópu árið 2000 segi ég og
Það var byrjað að undirbúa þetta 1999, árið áður, og það var settur hópur í það, eins og heitir, og ýmsar hugmyndir komið fram og sumar þeirra náðu fram að ganga, ýmsar fleiri heldur en þessi, og svo kom einhver svona hugmyndum að opna einhverja svona fræðslu fyrir almenning. En maður vissi varla hvað þetta var, sko. Vefurinn var varla orðin til og sérstaklega ekki þetta sem síðar var. Ég hélt eiginlega þegar til dæmis ég tók svo við að vera ritstjóri hérna, þá hélt ég myndi sitja svona í rólegum í stólnum mínum og skrifa svona eitt og eitt svar í tölvupósti eða eitthvað svoleiðis, og það myndi bara duga, kemur kannski einhver 100 svar á ári. En það var ekki aldeilis þannig. 29. janúar, það er eftirminnilegu dagur, þá var vefurinn opnaður og eins og hér kom fram, þá var það Ólafur Ragnar, þáverandi forseti, sem gerði það. Það voru 30 nemendur í sal og fleiri sem komu að þessu og ég satt bara einhver staðar út í bæ, kannski var ég bara á vinnustanum, ég maður ekki, það var í laugardagur, og tók við þessu og það komu þetta 30 spurningar fyrsta daginn. Svo höfðum við undirbúið nokkur svör og sett eitthvað 10 svör inn á vefinn svona einhverju svona til þess að sýna hver við ættum vona og hvernig við hugsaðum okkur þetta. Nú þetta náttúrulega þróaðist, en eitt af því sem var sérkennilegt fyrst í stað að fólki sem kom inn á Vísindavefinn það hefði haft ósköp lítið til að skoða ef við hefðum bara birt svörin. Svo við fundum upp á því að birta spurningarnar. Eða spurningarnar birtust beint, þetta er eins og bein útsending eða þannig, sem sagt. Svipaður en það gerist á vefnum núna á Facebook og svo slíkum miðlum. Nú, úr þessu, það komum við ljósa mörgum þótti gaman að lesa þessar spurningar. Hvað er fólk að spyrja um? Hvernig spyrja það? Já, kannski er þetta að spyrja um þetta. En svo kom annað upp og að þessi birtingaraðferð, ef að hún fengi nú að vera ótrufluð, þá kom ýmislegt sem að við þekkjum nú að dögum með þekki, það er að segja alls konar skítur, leiðindi. Og það var eiginlega ekki nema eitt ráð í tækni eins og tækni var þá, það var að sitja við og þurrka þetta út jafnóðum. Og kona mín segir að oft frá þá sögu að þetta ég hafi verið á þessum dögum eins og ég væri móðir sem annarkvort gengi með barni eða væri að sinna ungbarni. Því að ég sat yfir þess, eða leit síðast á, kannski kvöldið, eitthvað svo að áður ég fór að sofa og svo var það fyrsta sem ég gerði á morgnana að skoða hvort það væri eitthvað sem ég þyrfti að þurrka út hana. Og ef það hefur komið eitthvað nóttina þá hefur verið fáir sem sáu það hvað sem var. Ég vildi ekki að þetta myndi setja svip á vefinn. Það var bara einfalt. Og svo þegar frá leið þá kom nú mörg svör og við getum sagt að barnið hafi þroskast og þá þurfti ekki gera þetta svona lengur, þá hættum við þessu. Nú það var ýmislegt sem þurfti að ákveða þannig í byrjun og ýmsar svona erfiðar ákvarðanir. Við ákváðum að hafa svörin ekki stutt endilega, ekki bara já og nei, heldur sem sagt þannig að það væri sögð heil hugsun. Við sögðum mennum að skrifa kannski 2-3 síður, eitthvað svoleiðis. Við stóðum líka frammi fyrir erfiðum vanda það hvað þýðir og koma fram þetta málfræðilega atriði hvað beiginkun á orðinu vefur, en fyrir hlutin er vísindavefur. Hvað merkir orðið vísindi þarna? Það var erfið spurning og við komumst að þeirri niðurstöðu smám saman að orðið vísindi þarna merkti bara einfaldlega það sem væri iðkað í háskólum. Við héldum kannski fyrst að það væri svolítið erfitt að hafa undir sama hatti guðfræði og eðlisfræði eða stærðfræði, en það reyndist alveg vera hægt með þeim aðferðum sem svo mótuðust og það reyndist líka vera hægt að svara umdeildum spurningum
spurningum umdeild mál. Það var svara spurningunni er Guð til? Það engin vandi ef það gert með því hugarfari að kannski það Guðfræðingur sem svara fyrst, ég veit ekki, en svo ef einhverjur aðrir vilja þá geta þeir komið og svara líka. Það var svara spurningunni hver tilgangur lífsins og svo framvegis. Það var líka svara spurningunni er þetta spurning? Og og þannig fram eftir göndul. Það var ýmsir svona gárungar greinilega í landinu. Kímnigáfa Íslendinga ekki dauð þrátt fyrir allt og menn svona komu með ýmis konar humorískar spurningar. Nú það ein tegund af spurningum sem var eiginlega í raun og veru ekki hægt að svara og ég held að nema bara með því að útskýra af hverju, það var ekki hægt að svara henni. Og það svona spurningar að gerðinni hvert lægsta fjall í heimi? Til dæmis. Eða eitthvað svona. Það kom daldið að þeim. Og við útskýrðum af hverju það er ekki hægt. Eða hver stærsta áin eða eitthvað. Það sjálfsagt rétt að sem ég reyndar mjög þakklátur fyrir, mér finnst náttúrulega bæði Jón Atli og Guðni segja ýmislegt að því sem ég hefði kannski annars þurft að segja og stýttu mér leiðina. En það var líka skemmtilega þessi tilvitnun sem Guðni var með í Kristján Eldjárn rannsókn og kynningu. Ég lít á þetta á vísindin eiginlega sem plöntu sem þarf ræktun og það ekki nóg að hafa geta bara fengið fallega rósir í garðinum sínum og það fær enginn maður fallega rósir í garðinum sínum nema hann rækti garðin. Hann rækti jarðveginn, sjáum að sé vatn og næring og annað og ég held að það sé eins með vísindin. Við fáum ekki öflug vísindi í neinu landi nema með ræktun. Og hvar byrjar ræktunin? Hún byrjar að mínum mati hjá æskunni, unga fólkinu. Og það hefur alltaf verið eitt af megin markmiðum vísindavefsins að fyrir utan að það efla þekkingu sjálfsögðu og þar með óbeint til dæmis að draga úr áhrifum falsfrétta til dæmis en líka að vekja áhuga og að sinna unga fólkinu. Við svörum spurningum frá öllum aldursflokkum. Ég veit eiginlega, ég hef ekki átt á hverju yngsti spyrjandinn en hann örugglega ekki gamall. Og það gaman ofta að svara spurningum frá börnum. En þetta mikilvægt atriði og reyndar ætla ég líka að nefna það svona, þó þetta sé dálítið puðsnundum og svona og geta alltaf jafn þakklátt að þá nú ekki hægt annað en að gleðjast yfir þessu málþingi hér og hvað það gaman að sjá okkur svona mörg. En annað sem hefur glatt okkur kannski þegar með það byrjum sem vefurinn var 10 ára þá kom allt í einu óskir frá Alþingi að við ættum að hjálpa þeim það var þá Evrópumálin og þeir vildu fá okkur til þess að fjalla að stofna sem sagt Evrópuvef sem voru þá náttúrulega mjög umdeild og eru enn og það merkilegt við þessa sögu var það að allir flokkar á Alþingi voru sammála þetta að leita til vísindavefsins. Mér fannst þetta merkilegt traust. Þetta var ekki nema 20 árum eftir að kalda stríðinu lauk og þetta var ágættur tími og gaman að vinna með Alþingi hérna í nokkur ár. Nú, þetta með ræktunina, það spurning hvort að vísindamennirnir sjálfir skilja það nógu vel. Alltaf. En Kristján Eldjárn hefur greinilega skilið það og vísindin í landinu eflast ekki nema með ræktun og þess vegna finnst mér líka að háskólinn hefur það komið fyrir. Ég sakna þess þótt leitt þegar það hefur komið fyrir að eins og háskólinn
þessi störf sé ekki metin alltaf í háskólanum eins og mér finnst að væri vel hægt að gera, sérstaklega maður hefði þessa hugsun þessa ræktun. Já, sérstaklega við kannski til dæmis mat í vinnumat og annað slíkt, hvernig þetta svörin eru metin. En ég ætla nú að fara að ljúka þessu. Ég vona bara að þetta starf haldi áfram. Ég held að þetta starf sé eitt af því sem öflugt tæki til að berjast gegn falsfréttum og slíku meðal almennings og vona, ég bjartsýnismaður og vona að það að Eyjólfur hessist og það ákveðnir hlutir þarna, ég held kannski að það mætti líta aðeins meira á það að hugsa það að hvort það séu kannski samfélagsmiðlarnir sem hafi einhvern veginn áhrif á þessar falsfréttir, að þetta verður svona. Það til dæmis ljóst að þessi piltar þarna í Grikklandi þeir skrifa trúlega nafnlaust og þeir eiginlega lifa af því að hvernig samfélagsmiðlarnir virka og hvernig þeim eru stýrt þannig. Það væri örugglega mikilvægt og raun og veru nú á dögum tíðkast ekki endilega að tala valdboð, en það líka hægt að taka sér vald sjálfur. Ég til dæmis tala ekki á samfélagsmiðlum við nafnleysingja og ég held að það væri mjög mikilvægt að það verður að koma því á. Þetta alveg eins og í viðskiptunum. Núna eru Íslendingar að átta sig á því sem að aðrar þjóðir hafa gert fyrir löngu, að til þess að hafa skikkanleg samskipti í viðskiptum þá þurfum við að vita hver á fyrirtækið. Við þurfum líka að vita hver skrifaði þetta, hver gerði þetta, hvaðan kom það, og leið og við vitum það þá breytist heilmikið. Þá hefur þetta miklu minni ári. Einn munurinn sá sem ég hef stundum hugsað að á þessum samfélagsmiðlum þá sitjum við ekki augliti til auglitis við manneskjuna og hún ekki við okkur. Og það eitthvað þarna sem gerist þegar maður situr á stólnum sínu við borðið sitt heima, að það eitthvað sem opnast í honum sem að ekki gerist þegar hann situr fyrir fram aðra manneskju bent. Og þannig að þetta svona kallar kannski á nýjar hefðir og nýja menningu. En að öðru leyti þá gleðst ég yfir því að hvað hér eru margir og hvaða mikil áhuga á þessum málum, og ég vonast til þess að þekkingin fái að lifa og blómstra bæði á Íslandi og annars staðar í framtíðinni, ekki síður en áður. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Við erum komin örlítið fram yfir dagskrána tíman, en ef það eru einhverjar spurningar sem að menn vilja endilega bera fram, þá það sjálfsögðu leyft, og þá best að bara menn standa upp og nefni þá við hverja þeir vilji tala. Gjörðu svo vel. Erna Magnúsdóttir. Erna kom inn á falsvísindi og hann kom ekki mikið inn á falsvísindi hér á landi. Ég tel að þau séu grassera hér núna í sambandi við svefn, dæguklukkur, líkamsklukkur. Það sem að nú geysast fram á þessum sviðum, þessum vettvangi, fólk sem að heldur því fram að það að seinka klukkunum með klukkuna muni hafa ég veit ekki hvað mikið aukinn lífsgæði í börnum sín. Og þau
En ertu með einhverja spurningu sem þú vilt beina til fyrirlesara? Ég finnst þetta eiga heima hér, Já. af því að við erum þannig falsvísindi, að þetta fólk það En bara því að við ætlum að, sko, ef við reynum að bara beina einni ákveðinni spurningu til einhvers ákveðins fyrirlesara. En annars lesefni þetta sem þú ert að nefna töluvert á Vísindavefnum. Já, ég hef ekki lesið það, en ég hef ekki á þessu að það er verið að vitna þarna kolrám, það verið að túlka það meðstu sem eru af þessum rannsóknum sem að hlutu prófessorinn að hlutu á tíðina hafa og ég þetta bara kasta það. Takk. En eru einhverju sem að vilja bera fram spurningu? Já, gjör svo vel. Já, mér langar að spyrja hann Hjálmar Gíslason sem hann sem skemmtilegur hugsuður og skrifa mikið. Hann skrifaði daginn að hann spáði því að næsta áratug þá myndi vera að koma svona síur sem að bara síur út af það fastbyrnir. Þannig að ég langar bara svona að spyrja álit. Já, hún var sérst að spyrja að vitna þá í Hjálmar Gíslason sem segir að innan fárra ára verði komna síur sem sjáum að síja út að það falsfréttir og við þurfum ekki að kljást við þær. Er eitthvað sem að treysti sér til þess? Já, Finnur, gjör svo vel. Það kemur aðeins inn á það sem að ég var að fjalla það fyrir til að það er mögulega hægt að síja út ósannar fréttir þegar við vitum að það eru ósannar. Kannski er það hægt að finna eitthvað góðan algoritma fyrir það, en ég varst að þetta finna algoritma sem að segja okkur hvaða fréttir eru villandi. Vegna þess einfaldlega að það er engin algoritmi sem getur, það er svona að sjá það fyrir með að algoritmi getur átt að sjá því hvenær við erum afvegarleitt og hvenær ekki, af því að það er beinlínis tilgangurinn er að með svoleiðis fréttum er að komast fram hjá svona einhverjum algoritmum finnst. Þannig að það er svona þetta í hug. Takk. Fleiri spurningar úr sal? Nei, ég held að þetta sé orðið gott, en það er nefnilega gefst tækifæri núna að því að já, allt í lagi. Ef það er spurning til einhvers hérna. Ef það er ekki spurning, þá skulum við bíða með það þangað til því að núna, sem sagt, að ég ætla bara að fá að þakka kærlega fyrir komuna á málþingið og málþingið var tekið upp og það verður hægt að nálgast það líka á YouTube rás Háskóla Íslands og Vísindavefsins. En hérna frammi bíða núna veitingar og það verður hægt að skála sem sagt fyrir afmælisbarninu og halda áfram að ræða málin þar. En takk kærlega fyrir komuna.